Skammtafræðin fjallar hið agnarsmáa, rafeindir, róteindir, nifteindir og kvarka. En hver þessi skammtur í orðinu skammtafræði? Skammturinn vísar til þess að tilteknar eðlisfræðilegar stærðir eins og orka, massi og rafhleðsla koma í skömmtum. Það að segja að það sé til einhver minnsta slík eining og að allar aðrar stærðir verða að vera heiltölu margfeldi af þessari minnstu stærð. Sem viðlíking þá getur maður kannski horft á þetta sem eins og legokubba og skammtafræðin fjallar þá að reyna að átta sig á því hver eru legokubbarnir í dótakassa alheimsins. Hvernig eru þeir á litin, hver lögun þeirra og hvernig passa þeir saman til þess að búa til eina heildstæða mynd. En til að skilja skammtafræðina þá þurfum við að rýna svolítið í sögu skammtafræðinar. Og við þurfum að byrja þar sem allar góðar sögur byrja hjá Forngrikkjum. Forngrikkinn Demókritos var uppi 400 fyrir Krist og hann setti fram eftirfarandi hugmynd. Hann ímyndaði sér að hann tæki stein og hann myndi taka steinin og dúndra hann niður í jörðina þannig að hann myndi splundrast í minni steina. Og hann tæki minnsta steinin og hann myndi gera þetta aftur, dúndra hann aftur niður í jörðina og hann myndi aftur splundrast í ennþá minni steina. Og hann spurði sjálfan sig hvort að þetta ferli geti haldið áfram að eilífu. Eða hvort að það væri einhvern tímann, einhver minnsti steinn, einhver frumeind steins sem væri ekki hægt að kljúfa meira niður. Og hann kallaði þetta atóm. A er neitun í grísku og tomus þýðir að kljúfa, eitthvað ókljúfanlegt. En Demókritos tapaði fyrir Aristótelesi sem var vinsælasti heimspekingur fornaldar. Og Aristóteles trúði því að efnisheimurinn ætti að vera samfelldur. Og þessi hugmynd átti eftir að viðhaldast næstu árhundruðin, alveg fram til tíma Newtons. Og Isaac Newton árið 1687 setti fram öndvegisrit sitt, Principia de Mathematica. Og í Principiu þá notaði hann sérstaklega stærðfræði sem gerði ráð fyrir því að efnisheimurinn væri samfelldur. Og þessi stærðfræði sem Newton setti fram kallaðist kalkulus eða differoteoreikningur. Og hún útskýrði á sama tíma hvernig pláneturnar ferðast á sporbraut kringum sólina og hvernig kraftar og orka virka í okkar daglega lífi hérna á jörðinni. Og kenningar Newtons voru svo byltingakenndar á sínum tíma og stóðu svo vel tímans tönn að það voru liðið 250 ár áður en það komnar einhverjar sprungur í kenningarnar hans. Og rétt fyrir aldamótin 1900 þá á Lord Kelvin að hafa sagt að það væri ekkert meira fyrir eðlisfræðinga til þess að gera. Það eina sem þeir getur gert væri bara að gera nákvæmari mælingar á því sem Newton hefði sagt. En honum skjáttlaðist. Og rétt fyrir aldamótin 1900 voru 3 vandamál sem eðlisfræðingar stóðu helst frammi fyrir. Það voru svarthlautsgeislun, ljósröfun og stærð og stöðugleiki atómsins. Og það var í þessu sem að skammtafræðin átti eftir að þróast. Og menn voru mjög spenntir fyrir þessum vandamálum vegna þess að þeir vissu að þeim sem tækist að leysa þau, hann myndi skrifa sig niður í sögubækurnar fyrir það að hafa uppgötvað nýja eðlisfræði. Og þessi eðlisfræði átti eftir að vera skammtafræðin. Og mér langar til að segja ykkur bara frá fyrsta atriðinu sem var svarthlautsgeislun. Svarthlautsgeislun reyndar kannski svolítið fyndið nafn vegna þess að einfaldasta dæmið svarthlut sólin okkar og sólin okkar kannski frekar hvít. Og geislunin sem umræðir bara ljósið frá sólinni, þannig að menn voru að horfa á ljósið frá sólinni. Eitthvað sem allir hafa séð. En þeir voru að sjá eitthvað sem enginn annar hafði séð fram að þessu. Þeir voru að skoða ljósstyrkin sem falla bylgjulengd. Og bylgjulengd eitthvað sem segir til litin á ljósinu. Og það hafði verið þekkt alveg frá tíma Newtons að ef maður tekur sólarljós og beinir því í gegnum prisma, þá tvístrast ljósið upp í alla regnbogans liti. Það sama og gerist við regnbogann. Þannig að hvítt ljós samanstóð öllum bylgjulengdum ljós. En það sem menn voru að skoða þarna á þessu svarthlautsgeislunar-grafi, sem svona graf sem lítur einhvern veginn svona út, það var það að þeir sáu að það voru tilteknar bylgjulengdir, ákveðnir litir, sem að sólin tók fram yfir aðra liti. Og það var einn litur sem var í hámarki, það var grænn, 500 nanometrar. Og vandamálið var það að þeir höfðu enga fræði sem gat útskýrt þetta svarthlautsgeislunarof. Það var engin Newtons kenning sem gat útskýrt þetta. Engin stærðfræðileg kenning sem gat útskýrt þetta. Og svo lýsing átti þetta að koma frá Max Planck. Og hann útskýrði svarthlautsgeislun og það eina sem maður þurfti að gera ráð fyrir var það að orka ljós væri skömmtuð. Og við það var boltanum hrint af stað og næstu fram á sjónarsviðið var engin annar en Albert Einstein. Árið var 1905 og Albert Einstein var að vinna á einkaleyfaskrifstofu í Bern í Sviss.
og í frítíma sínu skrifaði hann 4 greinar sem áttu allar eftir að bylta heimsmynd mannsins. Og svo fyrsta, þá útskýrði hann aðeins nánar það sem Max Planck hafi verið að tala þarna þegar hann gerði ráð fyrir að orka ljós væri skömmtuð. Og Einstein bætti við að ekki nóg með það að hún væri skömmtuð, heldur væri hún gefið með H sinnum F, þar sem F var tíðni ljóssins og H var fastið sem að kallaði fasti Plancks. Og þaðan var skammtafræðin hafin.